Sælt verið fólkið og velkomin með mér í Klettur. Já, og velkomin með mér til Djúpavogs. Á undanförnum misserum eða allt frá því ég byrjaði með Kletturnar forðum daga, þá hef ég af og til sagt, svona sögur af góðæri og uppgangi hérna á Djúpavogi. Það gerir síðan í upphafi síðasta árs að þeir sem áttu hér og stjórnuðu stærsta útgerðarfyrirtækinu, Vísi, þeir ákváðu að fara með sitt úthald hér í aðalbækistöðvarnar í Grindavík. Þetta var eins og köld vatnsgusa framan í heimamenn. Þetta þýddi að allur kvótinn nánast fór frá staðnum og það bil 20-30 manns fluttu í burtu til þess að hafa vinnu áfram við fiskvinnslu. En Djúpavogsmenn ekki vanir því að gefast upp þó aðeins blási á móti. Þeir fengu byggðastofnun í lið með sér og það komin hingað byggðakvóti og einnig keyptu þeir nýjan bát og störtuðu starfsemi í frystihúsinu aftur. En svo það spurning hvernig gengur og hvernig úthaldið. Nú ég búinn að fá framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem að sjálfsögðu heitir Búlandstindur. Hvernig útlitið? Hvernig gengur í dag? Það gengur bara ágætlega. Við erum bara að vinna í því að veiða þennan kvóta sem við fengum hjá byggðastofnun. En hins vegar náttúrulega sjáum við fram á það að við munum klára hann í lok þessa árs vonandi. Þannig að þá þarf að finna eitthvað meira. Til þess að þetta dæmi gangi upp og þið getið haft þessa starfsemi á traustum fótum, hvað þyrfti það bil helmingi meiri kvóta eða gott betur? Í gott betur, hugsa ég sko. Þetta hús, þetta er það stórt og mikið hús að þetta þarf að vera að vinna einhver 2-3.000 tonna á ári. Þannig að sé þetta að reka það með góðu móti og viðhalda öllu þeim kröfum sem að þarf að gera til að vera með góða fiskvinnslu í rauninu. Með þessu móti, með þessum kvóta sem þið fenguð og bátnum, þá hægt að skapa atvinnu fyrir þá sem að þurfa á vinnu að halda? Ég vona það og auðvitað erum við náttúrulega vonast það líka að eldið hérna í Berufirði það nái sér á einhvern strik og það er svolítið svona stór þáttur í okkar rekstrar áætlun að það gangi eftir og við erum núna að vinna í því að fara að fullvinna eldisfiskinn meira heldur en til stóð í upphafi. Og það er bara svona vinna sem í fullu gangi og vonandi getum við hafist handa einhvern tímann í haust. Ertu bjartsýnn á að það dæmi gangi upp þannig að það geti hugsanlega fyllt upp í það sem upp á vantar í kvótanum? Ég er alveg hæfilega bjartsýnn bara á það, en jú, maður verður að vera bjartsýnn. Það eru margir sem vilja meina að bæjarstæðið hérna á Djúpavogi, og ég er nú einn af þeim, sé eitt fallegasta bæjarstæði á Íslandi og þó víðar væri leitað. Og ég er búinn að finna sjálfan sveitarstjórann á Djúpavogi. Góðan og blessaðan daginn. Blessaður. Er þetta ekki rétt hjá mér? Er þetta ekki fallegasta bæjarstæði á Íslandi og þó víðar væri leitað? Já, alfallegasta. Ég held að þessi ekkert orðið mjög ekki. Nei. Og alltaf við því í bakgrunum væntanlega í myndinni er Búlandstindur. Er það þá ekki fallegasta fjallið á Íslandi líka? Ég held að það eiginlega tökum því sem gefnum bara. Já. Þangað til annað kemur í ljós. Já. Þetta er reyndar fjallið sem að Stefán Heitin Jónsson, fréttamaður og seinna alþingismaður, ætlaði að breyta, en er nokkur þörf að því að breyta þessu fjalli? Það held ég ekki. Ég held að þetta sé bara eins og getur best orðið að hafa það svona. Engu að síður er bókin af Stefáns að breyta fjalli bráðskemmtileg og sígild. Hún er bráðskemmtileg og þetta er náttúrulega skyldulesning, allavega fyrir heimamenn hér og svo sem fleiri. Mjög skemmtileg. Já, ég viðurkenni það. Ég gríp hann oft ef það liggur verulega illa á mér og það lagast fljótt. Enda veit ég til þess að það er orðið erfitt að fá hann. Segðu mér hann að staðan á Djúpavogi, byrjun ársins, þá var nú kannski, og sérstaklega síðast árs, þegar fréttir komu af því að Vísir ætlaði að pakka saman og fara með allt sitt hafurtask til Grindavíkur. Það var nú ekki sérlega létt yfir ykkur þá, en ekki ástæða til.
En eru það rétt úr kútnum? Ég held að sé ofmælt að við séum að rétt úr kútnum. Við erum hins vegar að reyna að gera eins gott úr stöðunni eins og okkur frekar stödd. Það gefur alveg augalega að þegar við missum 90% af aflaheimildum burt úr plássinu, þá tekur töluverðan tíma eins og þú kallar það að rétta á kútnum. Þetta er náttúrulega, og þetta er reiðarslag, það er ekki hægt að kalla þetta neitt minna. En við höfum reynt að bera okkur vel. Við höfum verið að reyna að berja í brestina eins og við höfum getað og okkur hefur orðið nokkuð ágengt. En það breytir ekki því að fiskvinnslan eins og hún er núna og þær aflaheimildir sem eru hérna núna, þetta er náttúrulega bara skugginn af því sem var. Hvað finnst þér að þyrfti að gera? Finnst ykkur heimamönnum til dæmis að stjórnvöld hafi stutt nægilega vel við bakið á okkur? Nei, okkur finnst það ekki. Það sem er náttúrulega, lausnin sem að ég held að myndi gagnast best væri að einhver hluti af aflaheimildum yrði bundin við svæði. Þannig að þær geti ekki gengið kaupum og sölum. Og það sem okkur hefur sviðið mest hér er að þangað til að við urðum fyrir þessu áfalli. Þá var Djúpivogur sveitarfélag í sókn. Hér hafði fólki fjölgað, hér var mikið af ungu fólki. Og þetta að við missum frá okkur allar þessar aflaheimildir, þetta dettur ekkert af himnum. Þetta er mannanna verk. Og það er þessara sömu manna að sjá til þess að þessum reglum verði breytt þannig að þetta geti ekki endurtekið sig og heldist að þetta geti gengið til baka. Viljið fá staðbundinn kvóta? Við viljum fá staðbundinn kvóta, já. Það er grundvallaratriði. Og þó að við séum að setja fleiri fætur og fjölbreyttari undir atvinnulífið hjá okkur, þá breytir það ekki því að við erum útgerðarstaður. Og kaldhæðnin í þessu náttúrulega er svo að sama ár og við verðum fyrir þessu áfalli í fyrra, þá er slegið hér löndunum. Og við horfum á eftir 10 og stundum 12 trailerum burt með fisk úr bænum. Og það er alveg örugglega einhvers staðar á Excel hægt að reikna út að þetta borgir sig. En það sjá það allir að það er eitthvað verulega að þegar svoleiðis er. Er þetta þá fiskur sem búið er að selja á markaði áður en að bátarnir hreinlega koma að land? Nei, minnst af því hefur nú verið selt á markaði. Mest af þessu nú landaði af bátum annar staðar frá sem að fara síðan þá með þetta til vinnslu í heimahöfn. Jafnvel í Grindavík? Jafnvel í Grindavík. Þetta er þetta frjálsa framsal. Og í allri þessari umræðu þessa stöðugu hagræðingu í sjávarútvegi og þessi sífellda krafa hámarksarð af starfseminni. Í þeirri umræðu gleymist að landið er byggt fólki á stöðum eins og hér. Og það situr eftir. Og hagræðið er ekkert fyrir heimilin á Djúpavogi eða í öðrum byggðum þar sem annað eins hefur gerst. Við mistum frá okkur á síðasta ári, þá fækkaði okkur 48. Sem er náttúrulega dálítil blóðtaka fyrir pláss sem með 470 íbúa. Við fórum úr 470 niður í 420 og þetta er vissulega blóðtaka. Og þetta er ekki bara fjöldi fólksins sem skiptir máli sem fór heldur, þetta er náttúrulega bara vandað og gott fólk og mannauður sem við erum að missa frá okkur. Og það er ekki síður samfélagið hér sem er að fara ýmislegs á mis við það að missa þetta fólk. Því að það leggur meira til samfélagsins heldur en bara það að vinna fisk. Fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara útgerðarbær og sagan segir það og hér er gott að sækja miðin. En það sjá menn það, ef menn skoða bara löndunartölur yfir milli ára, að það er margir bátar sem gera hér upp og þess vegna er eiginlega bara sorglegt að það skuli ekki geta verið fiskvinnsla hérna. Þess vegna ákváðum að stíga þetta skref og berjast til þrautar. Eru kannski vonir til þess að fleiri bátar komi til þess að landa hjá ykkur? Já, það er náttúrulega alltaf von, en hins vegar er bátum sem eru í eigin útgerð, þeim er alltaf að fækka og þetta er náttúrulega að verða fyrst og fremst bara trillur sem eftir eru. Þannig að þeim fækkar, þeim valmöguleikum sem við höfum í því. Var þetta ekki svolítið súrt í raun og veru þegar vísismenn ákváðu að pakka saman og fara með kvótann sem gamli búlandstindur hafði í raun og veru skapað á staðnum? Jú, auðvitað er það súrt og bara mikil eftirsjá af vísismönnum
og bara hefði verið frábært ef þeir hefði haldið hér áfram. En það er bara eitthvað sem við þurfum bara að þeir geta að hugsa svo mikið fortíðina og við erum að hugsa framtíðina núna. Eru líkur til þess að þeir hugsanlega kom eitthvað inn í myndina með ykkur og landi hér einhverja sínum kvóta? Já, það er svo sem örugglega alveg til í myndinni. Ég til dæmis fékk hjá þeim fisk í gær. Þeir voru að landa hér og ég hafði bara samband við og þeir gátu að láta okkur hafa, þannig að það var bara gott mál. Og það er fiskurinn sem við vorum að vinna í dag. Nú fóru hérna eitthvað 20 vinnandi manns pluss og fjölskyldunar. Eitthvað að þessu fólki kannski farið að tínast til baka? Það eru örfáir, já. Ég held að séu 3 komnir til baka af þessu sem fóru með vísi suður. Og vonandi koma bara fleiri. Þannig að Djúpavogur sleppir ekki svo glatt af fólki hendinni? Nei, auðvitað náttúrulega fólk er náttúrulega frjálst að búa þar sem það kýs. Og sjálfsagt að þetta er bara fólk sem vildi prófa að fara en líkaði betur hér greinilega og það er bara ekkert nema gott það að segja. Og það er gott að búa í Djúpavogi? Já, það finnst mér allavega. Annars væri ég ekki hér. Hafði langa hríð landið þvert í erg og gríð að konum við með tæfi raunar alla ævi. En það var engan árangur, ég var örmagna og sárvangur, ég kominn var að þrotum og að niðurlotum. Þá birtist hún með brúðarslör og bros á vör. Hún lofaði að annast mig ef ég gengi að eiga sig. Hún þurrkar af og þrýfur ef ég þreyttur er og stífur, allt fyrir mig. Hún ræstir og hún þvær, hún ryksugar og hlær, allt fyrir mig. Við giftum okkur eins og skot, við innréttuðum lítið kot og hlóðum niður börnum í nokkrum góðum törnum. Hún verður ekki á þrifum þreytt, nú þarf ég ekki að gera neitt. Femínískar beljur, súpa sjálfsagt kveljur. Því konum ber að bölva því að baka og stoppa í. En ástin og tekur eftir að sumrum til þegar maður kemur þegar ferðatraffíkin er sem mest. Að fólk streymir niður að höfninni, staldrar gjarnan lengi við. Er það ekki fyrst og fremst sá sjarmur sem er yfir bæjarstæðinu eins og ég myndist á í upphafi og líka þessi gömlu hús sem eru eins og segull á ferðamennina? Jú, ég held að það sé alveg rétt. Ég held að þessi gömlu hús og þessi höfn, af því að hún er nú svo skemmtileg. Þetta laðar vissulega að. Svo náttúrulega annað sem er að það er að ferðamennirnir þeir komast í mun meiri nálægð kannski við það sem er að gerast á höfninni hér heldur en víða annars staðar. Og það er ekki endilega alltaf til bóta fyrir þá sem vinna við höfnina og getur náttúrulega að skapa ákveðna hættu líka, þannig að við erum að reyna að hafa stjórn á þessu. En það er alveg klárt að það skiptir voðalega miklu máli. Og ekki síður endurbyggingin á þessum gömlu húsum. Við erum fórum nú í sumar, þá vorum við að vinna að hleðslunni umhverfis Faktorshúsið og við væntum þess að því ljúki núna á þessu ári og síðan tekur við vinna utanhús og meiningin er síðan svo að reyna að koma miðhæðinni í notkun eins fljótt og hægt er og koma lífi í þetta hús algjörlega. En þrátt fyrir að gefa ögn á bátinn stundir, er ekki ástæða til þess að horfa í sólina og er ekki bara gott mannlíf? Það er mjög gott mannlíf á Djúpavogi. Ég hef oft sagt að þeir sem búa á Djúpavogi eru hér af því þeir vilja það. Þeir sem búa á Djúpavogi gera það vegna þess að þeir vilja búa í samfélagi eins og hér er. Það er tiltölulega langt í næstu þéttbýliskjarna og þjónustu
Þannig að fólk þarf að standa saman og hér hjálpast menn að og ég held að það endurspeglist svolítið í mannlífinu hérna. Gott að heyra það og ef eitthvað bjátar á þá ráðleggjum við fólki bara að lesa að breyta fjall eftir Stefán Jón. Já, til dæmis. Á undanförnum mánuðum og árum hef ég sýnt ykkur margar náttúruperlur hér á Austurlandi í Glettuþáttunum. Þau eru að minna hérna á Dyrfjöllin fyrir aftan mig og við fórum líka einu sinni upp í Stórurð sem myndaðist þegar skaparinn gerði dyrnar í Dyrfjöllin. Nú fleira mætti nefna og nú ætla ég að bæta við einni perlu enn. Nú þessi perla, það er ekki mjög margir sem að vita af henni. Ég er búinn að spyrja marga, þekkirðu þennan stað og menn hrista bara hausinn. En þetta er perla sem á fáar sínar líkar. Við förum hérna út í Jökulsárhlíðina og upp á Hellisheiðina. Þar er smá stígur út af veginum og síðasta spottan göngum við. Þetta er svolítið glannalegt og við sláumst í för með félögum úr ferðafélagi Fljótsdalshéraðs. Þetta er algjör perla, ekki missa af þessu. Nú erum við stödd hér í Múlahöfn sem er svona fallega mynduð höfn á náttúrunnar hendi sem var notuð fyrir árum áður og var meira þess að gerð að löggildri verslunarhöfn 1890. En það var nú bara einu sinni skipað upp því að það er svo erfitt að koma aðfengu hérna í burtu eins og sást á leiðinni hérna niður. Nú það voru líka verið hér í verum og það var hér verið að vera hákarl og líka fisk og þá var það ýmist flutt held ég á litlum bátum í Kerið og skipa þar upp eða þá farið með það hér upp á bakinu. Kringum 1700 þá voru skráður heimilis bóndi með 2 dætur á Múla. Það hefði nú verið eina búsettan en svo einhvern tímann 1890 eitthvað held ég að þá voru vermenn hérna frá Ketilsstöðum og þegar þeir ætlaði að hætta veiðum og fara heim þá lentu þeir í snjóflóðu og dóu. Fundust 10 dögum seinna og eftir það var ekki verið hér í Múlahöfn með ver. Þetta er skemmtilegur staður. Ég hef farið hér borð í bát einu sinni og við fórum hópur út í Bjarnarey hérna. Það var mjög skemmtilegt. Svolítið ævintýralegt að fara hérna á klettunum. Ég held við vorum náttúrulega, við stikuðum hingað fyrir nokkrum árum. Stikuðum leiðina hingað því það er náttúrulega ekki gott ef að fólk ratar ekki þegar fer eitt hérna. Og vorum núna áðan á leiðinni hingað að laga stikurnar aðeins og mála þær. Sko þetta er bratt, sumir er aðeins lofthræddir hérna en ég er lofthrædd og ég er ekki lofthrædd hér þannig að þetta er svona, já, misa hvað fólki finnst. Þetta er náttúrulega eitthvað 400-500 metra lækkun og svo hækkun tilbaka, ansi bratt. En maður fer þetta bara rólega og ég er búin að fara hingað með börn og fullorðna alveg upp í yfir 70 og fólk með astma og allavegana. Þannig að ég held að það er flestir að komast til það.
sjónum í norður átt undir þessum fallegu bergum hérna, fallega skaga og að Þerribjargi og þetta sem sagt kolmúla eldstöð og gömul virk eldstöð og Múlahöfnin dregur nafn sitt af kolmúla. Þetta sunnudagsganga hjá ferðafélagi Fljótsdalshéraðs. Þerribjarg og Múlahöfn eru ein af perlum Fljótsdalshéraðs og við erum alltaf með árvissa göngu hingað. Við erum með göngur alla sunnudaga ársins. Nú erum við komin hérna á Langasand undir Þerribjargi. Þetta er ýmist kallað Þerribjörg eða Þerribjarg og þessi eldstöð gamla er ýmist kallað Kollumúla eldstöð eða Kolmúla eldstöð. Ég veit svo sem ekki hvort er réttara. Fleiri kalla það samt Kollumúla í dag. Nú, þessi staður er náttúrulega bara einstakur eins og þú sérð og það er sjaldgæft að hafa svona fallegt líparít og litríkt út í sjó. Ég hef ekki komið á marga staði þessu líka allavega. Mér finnst það mjög flott og ég kom hérna fyrst líklega 2005 og ég er búin að koma hér á hverju ári síðan. Ég hafði aldrei heyrt þennan stað áður. Hamra borgin rís há og fögur og minnir á ástir og álfasögur. Á hamarinn bláa og bergið háa sló bjarma lengi. Þar er sungið á silfurstrengi. Þar er sungið á silfurstrengi. Og meðan djáknar til messu hringja opnast bergið og álfar syngja. Strengir titra og steinar glitra í stjörnusalnum. Friður ríkir í fjalladalnum. Og þegar ég fór að fara hér ferðir og gerðum þetta einn af perlum Fljótsdalshéraðs, þá áttaði ég mig á því að það höfðu voðalega fáir komið hérna, fáir heimamenn, mjög skrítið sko. En þetta nafn, sko, bændur í Hlíð, þeir kallaði þetta bara Langasand og Kollumúla, en bændur í Tungu og Hjaltastaðaþinghá, þeir kallaði þetta Þerribjarg. Og það kom til að því að það var skein sól á morgni hérna á bjargið, þá var óhætt að breiða hey til Þerris og þeir fóru alveg eftir því. Já, þetta er sko sannarlega perla og mér finnst, þetta er uppástaðurinn minn hér. Mín upplifun var svolítið svona eins og þegar ég kom í Stórurð fyrst. Mér finnst þetta alveg breathtaking, óbúslega fallegt. Alveg magnað sko, maður sé myndir af þessu sko, en aldrei búið því svona svakalega fjögur sko. Við höfum örgulega getað eitt deginum á verri máta heldur en þetta. Þetta var frábært sko, algjör sniðugt. Ég sem betur fyrir er maður ekkert loftræddur, kannski að hjálpa þið. Þetta var smá halli, ég veit ekki hvað það var smá halli, þetta var bara svona alveg þvernýft á köflum sko, þetta var óklindum á sko, en það var algjörlega þess verið sko. Það eru allir að segja okkur þessi auðveldar að labba upp, við vonum það allavega. Hann hlær og grætur og heitlast lætur af huldum máli. Bergið loka sem bróðar skáli og svo drukkið og dagsins stiginn styrtir að kveldi og sól er nýinn. Í hamrinum háa og berginu bláa er blundað á ró.
verður ekki fleira hjá okkur í Glettunum í dag. Við hittumst aftur á sama tíma á fimmtudaginn kemur, Glettur klukkan 18:30 á fimmtudögum.